Ég elska mig meira en ég elska strákinn minn. Og ég ætla að útskýra hvernig ég get vogað mér að segja þessi orð. Vegna þess að það sem ég er að skilja í þessu er að sonur minn sýnir mér bara hversu djúpt ég get elskað. En síðan þar sem að okkar hlutverk sem móðir er að gera börnin okkar funksjónal til þess að geta staðið á eigin fótum. Þannig að ég þarf að geta sleppt tökum og að hann sé ekki uppspretta mín ást, heldur er hann bara það sem hann sýndi mér hversu djúpt ég get elskað. Þannig að dagurinn hjá mér byrjar að ég gera mig grein fyrir því að það var hann sem sýndi mér hversu djúpt ég get elskað og það er það sem ég get elskað sjálfa mig og síðan elskað allt í kringum mig. Þannig að ég var að fatta þetta svona djúpt og þetta er náttúrulega tilfinning sem ég er að reyna að koma í orð og sem ég langaði að deila með okkur er til þess að við getum sleppt börnunum okkar sem er náttúrulega bara mjög erfið jógaæfing og því við eigum ekki börnin okkar, þau komum bara í gegnum okkur og við fáum þau í smá tíma og kennum þeim og þau kenna okkur, eða þau kenna aðalega okkur og við kennum þeim mannasiði og því að við búum í samfélagi. Þannig að speglaæfing sem ég nota er að þegar ég vakna, lít í augun á mér til þess að byrja með á daginn og segi ég elska þig meira en ég elska son minn. Sem að þýðir ekki að ég elska son minn minna, ég elska hann jafn mikið og ég hef alltaf elskað hann, en ég get elskað mig meira út af því að hann sýndi mig leiðina. Þannig að geta sleppt tökum og verið með sjálfum sér og verið uppspretta ástarinnar hjá sjálfum sér er að þurfa ekki að leita af því annars staðar, heldur er hún inn í okkur. Við þurfum ekki að fara neitt til þess að verða ástin eða ástfangin. Og öll ástin sem okkur langar að setja út, snúinu við og beininu alveg inn. Bara allt sem ég langar að senda til einhvers annars, bara mig langar að senda honum þetta, langar að senda honum og langar að hann viti eða hún viti hvað ég elska mikið. Senda það inn á við og elska sjálfan sig svona mikið.